leysa þetta æfingaprófið, þannig lið G hérna og teikna stigaritt af þessari stýringu sem stjórnar 3 blásurum. Og við byrjum á því þegar að sagt hérna, ef þrýstir á S1 þá kemur aðeins M1 inn. Og hann gengur í 30 mínútur og stöðast eftir þann tíma. Byrjum að leysa það. Þá náum við hérna í inngang 1 og sem við setjum strax inn hérna S1 og hann ræsir. Nú ætlum ég strax að nota innri útganga og þetta þá set M sem er marker eða innri útgangur númer 1. Svona, það snertu frá honum M1 og set út á tímaleiða því að hann á að vera inn í ákveðin tíma T1 og ég ætla að setja inn tíman, ég ætla ekki að hafa þetta svona langt, ég ætla að hafa þetta 10 sekúndur. Svona, accept. Og síðan snerta sem á þá að taka út M1 eftir ákveðin tíma og ég þarf fljótlega að merkja þetta allt saman svo ég muni nú alveg hvað ég að gera, viti alveg hvað ég að gera. Ég sé hérna eru 10 sekúndur, allt í góðu lagi svona og ég fæ hérna út í reset á innri útganginum. Reset M1 og ég segi bara hérna, þetta blásar 1, enter, contact coil comments, blásar 1. Og þessi tími, ég bara set hérna tíma, þetta á að vera 30 mínútur, svo ég fari eftir textanum. Bara til að ég prófa þetta, hef bara styttri tíma, þessar 10 sekúndur. Og þetta þá ekki búið það sem var beðið að gera hérna fyrst? Sem sagt, við þrýstum á S1 og mótor 1 kemur inn, blásar 1, hann gengur í 30 mínútur og stöðvast eftir hann tíma. Ok, merki hérna inn á tímaleiða, setjum inn tímaleiða frá blásara og eftir að tíminn liðinn þá fáum við reset á þetta hér svo að blásarinn dettur út. Og það sem við gerum til þess að hann fær raunverulega út, við verum að senda frá innri útganginum út á ytri útgang Q1 fyrir alla þessa virkni hérna til þess að við getum sett hann í gang. Einhver með spurningu? Heyri í einhverju mikrofóni? Smá pæling, ætlarðu að setja upp öll kerfin og hafa svo alla mótorana niður í það? Já, síðast hafa bara allra síðast Q-útgangana, ytri útgangana allra neðst því að það eru nokkrir innri útgangar sem að kveikja á Q1. Það allavega 3. Þetta kemur í ljós, Júlíus, en já, gott að hérna vera vakandi yfir þessu til að hérna hafa þetta skýrt og einfalt, þá betra að vera með stýringuna efstu uppi, síðan tína saman alla innri útgangana og senda út á ytri útgang og hafa svo reset allra neðst. Síðan reset yfirráð yfir öllu, yfirráð yfir set. Þannig að það kemur allra síðast og það sem kemur seinna í forritinu eða síðast í forritinu, þá ræður því til dæmis að við höfum það mjög mikilvægt að geta haft slökkt á öllu. Og það næsta sem við gerum, það að setja inn ef að S2 kemur inn. S2 hérna, það þá I2 og við skulum bara merkja hann strax. S2
og við ætlum að kveikja á næsta innri útgangi sem við höfum lausan og það set M2 og við viljum bara segja að þetta aftur blásari 1 sem fer í gang. Bara merkjum við megum merkja hann í þessu kerfi blásari 1. Það ekki víst að við gætum gert það í öllum kerfum. Þá þurftum við að hafa einhver aðeins öðruvísi nafn á þessu. Blásari 1, B eða eitthvað svoleiðis. En við setjum blásari 1 aftur í gang vegna þess að hann kemur inn fyrst, svo kemur blásari 2. Svo að núna verður smá tími á milli, nú fæ ég snertu úr blásari M2 innri útgangi, þegar blásari 1 komin inn frá S2, út á tímalega, næsta tímalega lausa, það TT2 og hérna ætla ég að hafa stuttan tíma, 50 hundruðustu og smetla á accept og þá ætti hann að vera komin inn hérna, ég ætla að prófa að setja snertu úr hann hérna, T fyrir snertu, T2 og setja það svo út á útgang. Það næsti, þá kveikjum við á blásara 2, þá það M3, næsti í röðinni, næsti lausi í röðinni. Það SM3 og þá það blásari 2. 2. Og við skulum merkja þá hvað þetta langur tími. Þetta 0,5 sek. Svona. Og við getum aðeins spáð í þetta strax með það. Ef ég ræsi þessa 2. Þessi kemur inn, blásari 1 kemur inn. Eftir smá stund kemur blásari 2 inni og helst inni. Já, það kannski ekki sniðugt fyrir mig að setja set í M3 vegna þess að þá þarf ég að taka hann út líka. M2 með set alveg nóg til þess að halda inni tímalega 2 og M3. Þannig að þetta alveg óþarfi hjá mér. Ég tek set M1 út og hef venjulegan útgang. Það langbest að hafa bara venjulegan útgang, óþarfi að vera með set hérna því að þá þarf ég að resetta hann aftur seinna. Það lengir bara forritið, þetta óþarfi. Þannig að þetta helst inni, þessi keðja frá S2, M2, M2 innri útgangurinn heldur þessari keðju inni. Hann heldur þessari snertu inni, heldur tímaliðunum inni, tímalega snertan helst inni og blásari 2 út frá innri útgangi M3 helst inni þar til að við stoppum þetta. Og þetta á að ganga í ákveðin tíma, hvað 20 mínútur, þrýstur S2 kemur M1 inn og 0,5 sekúndur kemur M2, þeir ganga í 20 mínútur, ok? Þannig að þegar þeir eru komnir báðir inn, þá teljum við 20 mínútur, kemur snerta frá M3, M3, og út í tímaliða, næsta lausa tímaliða sem númer 3 og þar erum við með, ég ætla ekki að hafa lengra en 10 sekúndur hérna en ég ætla að merkja hann rétt hafa þetta á að vera 20 mínútur. Og strax þegar við erum með þetta hérna, þá getum við aðeins spáð í það. Ég ekki búinn að leysa þetta vandamál með það að ef að ég myndi ræsa með S2 og blásari 1 og blásari 2 kemur inn, að þá gæti ég hugsanlega sett M1 inn líka, eða samtímis. Og þá geti hann verið að ganga lengur, af því hann átti að vera fyrst í 30 mínútur. Hvernig geti ég komið í veg fyrir það að ég geti sett, að ég geti kveikt á þessum innri útgangi
þegar ég með hina 2 í gangi. Einhver sem getur sagt mér það? Hvernig get ég leyst það ef ég ræsi með S2 og blásari 1 og blásari 2 í gangi? Hvernig get ég komið veg fyrir það að S1 virki hérna uppi, efst uppi? Hvað á ég að gera? Einhver sem getur svarað? Það á ekki að setja reset á M1 inn í rásina þar sem hún ræsir eitthvað nefn þannig. Jú, það væri alveg hægt að gera þannig, sko. Já. En ertu með aðra lausn sem að gæti verið sagt, þannig að án þess að nota sko reset útgang? Bara setja neitun? Já, setja neitun, já. Akkurat. Setja neitun, þannig að gera S1 óvirkan, efast ekki meina það? Jú. Akkurat. Og til þess að gera hérna S1 óvirkan, þá gætum við sett hérna neitun. Sæll. Er allt komið í gang þarna hinum megin? Já, ok. Og þá setjum við neitun hérna á sem sagt neitaða snertu frá blásara einum hérna innri útgangi M2, ekki svona, ekki inngangi heldur M, neitaða snertu frá M2 og þá hérna, getum við ekki ræst M1 aftur. Já, flott. Þetta var það sem ég var að spá í, að það væri hægt að gera líka án þess að útbúa sérstakann útgang með reset. En það samt sem áður líka hægt. Það alveg hægt, en af því að nú komið alveg heil blaðsíða í stigariti, þá ætla ég svona að byrja á því að sjá sko, hvernig getum við leyst þetta vandamál. Og eins öfugt, ef að blásari 1 í gangi á bara að vera 1 í gangi, að fyrir framan M2, þá getum við líka sett snertu frá M1, ekki satt, til þess að útiloka að ég geti notað S2 þegar að blásari 1 í gangi. Þá getum við líka sett hérna snertu úr, neitaða snertu úr M1. Svona. Svo að þá kemst ekki blásari 1 með blásara 2 í gang á meðan blásari 1 er 1 í gangi. Ok? Svona, smám saman leysum við þetta. Sigurður. Já. Hvað var tíminn á T3? Ég náði því ekki. Ok, það er bara 10 sekúndur. Setjum bara 10 sekúndur, svo þú ekki að bíða alltaf lengi. Já, ok. Ok. Heyri, einhverjar fleiri spurningar áður en ég held áfram. Ég meina spurningu til ykkar. Eru þið allir búnir að setja forritið sem ég er að nota hérna, þetta Picosoft? Eru allir búin að setja þetta upp á tölvu heima? Já. Já. Allavega ég. Já, einmitt. Ef að einhver svarar nei, þá þarf ég að annaðhvort á eftirtíman eða hringja sem sagt í einhvern til þess að aðstoða hann við það. Ef einhver er í vandræðum með það, eða það er líka hægt að senda mér tölvupóst aftur. Því að ég veit að það var einn sem var að vandræðum með þetta, en endilega látið mig vita ef þið eru ekki búin að setja þetta stigaritsforrit upp heima. Ok, það var bara það. Svona smá að ég er til þess að hjálpa ykkur alveg endilega ef að þið eru strand. Alls ekki vera strand og ekki segja frá því. Það er alveg bannað. Þið verða að láta mig vita. Ok. Næsta mál, það er að sjá hvort að þetta virkar. Og síðan, ef að þetta virkar, þá getum við haldið áfram. Er það ekki málið? Áður við gerum það, þá verðum við að stilla rofana. Hvernig eiga rofanir að vera? Sem sagt, það eiga að vera 3 rofar, normally open. Stopprofin hérna S4, við erum ekki búin að setja hann inn. Hann á að vera normally closed. Ég ætla bara rétt að prófa þetta í byrjun.
og þá skoði ég rófana, eru þeir réttir hjá mér? 3 fyrstu normal open þrýstirófar og síðan kemur stopprófi I4. Ok, það málið og þá get ég sagt ok og prófa bara rétt að setja í gang og athuga hvort það virkar. Ég ætla að ræsa hérna með SN minn á E1 hérna, svona og þann kemur inn sem sagt M1, ég sé það á snertunni hérna en ég ekki komið með neitt ytri útgang ennþá og hann gengur í 10 sekúndur og slekkur, einfalt, það virkar. Svo set ég inn S2 og þá kemur inn hérna M1, ég sé það vegna þess að hann helst inn í hérna, hann setti inn á tímaleiði setti inn á blásara 2 og M3 helst inni vegna þess að öll þessi keðja helst inni í ákveðin tíma inn í þessar 10 sekúndum sem ég setti hérna. Og já, nú sé ég það, ég glemdi að setja reset til að hérna slökkva á blásara 1 aftur. Sjáðu það sem ég gerði hérna síðast. Það var að hérna, setja reset á blásara 1 hérna og þá þarf ég að gera líka reset á M2. Þannig sé ég það, ég glemdi því. Ok, þá gerum við það næst. Flott. Þá fáum við þess að snertu frá T3, T3 og það allt í góðu lagi og set það út á reset á M2. Reset M2. Svona. Það komið. Og þá get ég prófað þetta og séð hvort þetta virkar ekki örugglega og ég aftur eftir að athuga hvort að þessi útilokunar snerta hérna virkaði hjá mér. Áttu reset fyrir M3? Nei, vegna þess að M3, þetta er góð spurning, vegna þess að M3, hann dettur út ef að M2 dettur út. Já, ég skil. M2 heldur allri keðjunni inni. Ég var að spara mér sko útganga og reyna að stytta stigarit með þessu, skilur Júlíus. Það er málið. Ok, og hérna, allt í góðu. Ég set inn og hérna, þetta og ég reyna að stoppa með að setja í gang M1 uppi hérna. Það fyrir ekki, þannig að það virkar. Og þegar hann er búinn að vera inn í, hérna, ég bara testtími 10 sekúndur, að þá slekkur hann á þessu. Slekkur hann á M2 og það fer út. Og þetta virkar. Ok, þá ætla ég að halda áfram. Þá næsta mál, það þegar IT á S3. Þá kemur I3 hérna. Já, ég þurfa að stoppa hérna. Þá kemur I3, svona, og fer í útgang. Hvað læsti lausi? Það M4. Set M4. Hann verður að halda inn síðustu keðjunni inn í þessu. Og þetta aftur blásar 1. Já, ég átti eftir að merkja blásar, var ég búinn að merkja blásar 2? Sorry. 1 frá M4. Jú, ég búinn að merkja blásar 2 hérna. Ok, svo kemur snerta frá M4, blásar 1 kemur inn, svo kemur næsti tímaleiðilausi, hann T4, það T4, T4 hérna og við setjum þar 50 hundruðustu, hálfa sekúndu þarna inn í og já, kannski merkjum það bara 0,5 sekúndur, 0,5 sek og snertu frá tímaleiðanum, T4 og svo förum við út í næsta lausa innri útgang M5. Þá það venjulegur útgangur M5 og snerta frá honum fyrir næsta tímaleiða. Já, við erum að hafa snertu frá M5. M5.
Já, vel og minnst, ég á eftir að merkja, þetta blásari 2. Og hann fer út á næsta tímalega, T5. Og ég skulum setja tíma á hann og því að það tími milli blásar 2 og 3, það þá 0,5. Það 50 hundruðustu hérna, seft og síðan kemur snerta. Það frá tímaleganum. Svona gengur koll af kolli, T5 og setja hérna þá blásara 3 sem að fær snertuna M6. M6, hvað gerist hérna? M6, svona. Og þetta á gangi ákveðin tíma. Ég ætla ekki að gleyma því aftur, M6 hérna. Og hann á gang, þessi 3 að ganga í ákveðin tíma. Og það þá næsti lausi tímaliði, T6. Og við skulum láta það vera á 10 sekúndum samtímis inni og merkja þetta allt saman. Þetta átti að vera þegar það gangi í 10 mínútur. Þetta 10 mínútur. Þetta bara saman 10 sekúndur. Þetta blásari 3. Og þetta 0,5 sekúndur líka. Og þá ekkert annað en að halda áfram með þetta eða hreinlega prófa hvort að þetta virkar. En síðan við eftir að spá í, ok, nú komin nýr innri útgangur fyrir blásar 1, M4. Og við vitum það að ef að M4 inni, þá þurfum við að koma í veg fyrir það að þessi komi inn. Og setjum við snertu, normally closed snertu, úr M4 hérna. Og við verðum líka að hafa normally closed snertu úr M4 fyrir framan blásara 1 hérna, M2 aftur. Hérna verðum við líka að hafa M4 með snertu. Þannig að við getum ekki ítt á í 2 þegar að allir 3 í gangi og ekki í 1 heldur. Þannig að hérna síðan eftir að hafa M1 og M2 með neitaða snertu fyrir framan M4 hérna í staðinn. Þannig að það sé ekki hægt að setja þennan inn ef að annað hvort M1 í gangi eða M2 í gangi. Já, þannig hérna getum við útilokað það að þessi geti komist inn meðan hinir að ganga. Og þá spurningum hérna hvort að þið hafi náð að setja þetta inn. Ein spurningin að neðst niðri. Já. Hvað á T5 að vera tíminn? T5, hann 50 hundruðustu. Það hálf sekúnda á milli. Okay. Já, á milli blásara 2 og blásara 3. 5 sekúndur hérna, eða 50 hundruðustu, og hérna neðst í T6 10 sekúndur, en þeir áttu að ganga samtímis í 10 mínútur. En þetta bara svona prófunartími sem við setjum 10 sekúndur, þannig að við þurfum ekki að bíða allt og lengi eftir þeim. Og nú erum við að ég held búnir að leysa stýringuna sem að á bakvið þetta, en við höfum eftir að senda þetta út þannig að við sjáum hérna ljósunum hvort þetta virkar.
Og áður en að ég geri það, þá kannski spurning hvort að þið náið að setja þetta allt saman inn, ég veit ekki. Ef ég hef þetta hérna svona í einhverja smástund, sjá hvort að einhver kvartan undan því kannski að ég fari of hratt, en annars ætti þetta að fara inn á upptöku ef allt í lagi og því að upptökan í gangi núna. Hefur ég eftir að setja útgangar samt inn á Q1, 2 og 3? Jú, akkurat. Ég bara að bíða eftir því að ef einhver skildi segja að nei eftir að klára eitthvað hérna niður áður við förum í það. Jú, alveg rétt. Við höfum að setja það næst inn. Og eftir að við setjum útgangana, ytri útgangana, sem við tínum út frá öllum innri útgangunum, þá eigum við eftir að setja stoppið. Stoppráðan. Og mér sýnist að það séu allir hérna alveg á fullu í þessu. Já, með sér að Kristinn komin hérna inn. Það ljómandi. Haldið þið að það sé óhætt fyrir mig að halda áfram? Einhver sem að neitar eða biður mig að bíða? Nei, ég má vera að halda áfram. Þá í versta falli að þá skoðið upptökuna til þess að fara aftur yfir þetta eða til þess að gera þetta í fyrsta skipti og prófa þetta svo aftur. Því að þetta svolítið góð æfing að nota tímaliða, innri útganga og taka snertur frá innri útgangum og senda út á ytri útgangana. Ok, ég ætla að halda áfram. Þá förum við í að taka snertu úr blásara 1, M1 hérna. Blásara 1. Hann fer út á ytri útgang Q1. Q1. Ekkert sett, það bara venjulegur útgangur. Ég ætla að merkja hann, þetta bara segir þetta út, G, útgangur, GL, blá, bara blás, af því að ég ekki hægt að setja allt orðið inn, blás, kannski bil og 1, já, flott, ok, þetta gengur. Útgangur, blásari 1, svona. Og það eru fleiri sem eru að senda út á blásara 1. Já, það M2, náum í hann og tengjum við það og það líka M4 og tengjum hér. Svona. Þá að tengja út á fyrir blásara 2, útgang fyrir blásara 2. Þá fæ ég hérna Q2, venjulegan útgang og ég ætla að merkja hann nummer 2, út G, blás 2. Og hafa snertu úr M3, þá það M3 og svo kom aftur snerta úr M5, var það ekki? M5, það var blásara 2, það passar. Svona. Ok. Þannig að þegar 2 eru í gangi, þá kemur M3, ef þegar 3 eru í gangi, þá M5. Ok. Síðan bara eftir að Q3 kemur bara einu sinni
þegar að allir eiga að vera inni. Þá set ég Q3. Þetta merki ég útgangur fyrir blás enter og þetta þá 6, M6. M6 og setja hérna út. Ég þá ekki örugglega komin með þetta? Jú. Svona já. Og þá eina sem að ég á eftir að gera, það að setja inn stoppið. Ef ég lít hérna, ég ætla aðeins að tékka á því hvort einhver hefur hugsanlega verið að senda mér komment. Ég ætla aðeins að sjá það hérna. Spurningu. Sérnum við. 827, já, ok. Já, flott, ok. Já, býtum nú við. Heyrðu, ég var með spurningu hérna frá honum Ingvari. Ertu að sjá hérna skjáinn núna, Ingvar? Já, ok, flott, takk. Jómandi, takk. Þá engin annar með spurningu. Það gott. Svo að það eina sem ég eftir að gera núna, það að setja stoppið. Má ég halda áfram? Það engin sem að mótmælir því? Býtum við, kannski, engin mótmælir því, eða hvað? Annarkot ætti ég að sjá að einhver sendi mér texta inn, eða kveikir á mikrofónunum. Það kannski allt til lagi, svona sjá. Hér já, ok. Ljómandi, heyri, þá held að ég fari bara í stoppið. Hvað segið þið það? Allt sem ég setti á set, það er M1, það M2 og það M4. Það bara þessi 3 staðir. Annars á þetta allt saman að virka. Ok, þá set ég reset á þá. Ég fæ hérna stopparóðan, hann frá I4 og ég verð hafa neitaða snertu. Og merki það, stopp. Og það fer út í, það M. Reset á M1, svo kemur reset á M2 og síðast kemur reset á M3. Nei, 4. Reset á M4. Svona. Þannig það. Já, og þá hef þið eftir að setja þetta inn hjá ykkur. Og þá held ég að ég sé búinn að klára þetta að öllu leyti. Við erum með 3 útganga, Q1, 2 og 3. Þá getum við tengt þetta út á segulrofa og tengt út í mótora. Og allt í góðu lagi. Við erum með hérna 3 startrofa og 1 stopprofa og allt komið inn. Af hverju M2 skráður blásari 1 hjá þér? Af því að þegar ég vel 2 blásara, að þá M2, hérna innri útgangur M2, hann að setja blásara 1 inn og síðan kemur M3 sem setur blásara 2 inn. Sjá hérna í þessu, þá sett ég fyrst blásara 1 inn
og það gerði ég með innri útgangi M1. Og nú ég búinn að nota M1, þá verð ég að nota næsta lausa innri útgang sem M2. Og ég ræsi með S2 og þá eiga 2 að koma inn. M2 kveikir aftur á blásara 1 af því að hann fer í gang hérna. Ég set snertu úr honum líka hérna niðri. M2 fer út á blásara 1. Skilurðu? Núna fattar það? Ok. Ok. Og aftur verði ég að setja blásara 1 inn þegar að 3 eiga að koma inn. Þá byrjar blásari 1 að koma inn og þá verði ég að setja M4 inn fyrir blásara 1, svo kemur M5 inn fyrir blásara 2 og svo M6 inn fyrir blásara 3. Af því að ég þarf að nota svo marga innri útganga til þess að stýringin virki, skilurðu. Og þannig þurfum við að byggja þetta upp. Þetta svolítið svona ruglingslegt kannski fyrir ykkur að sjá þetta, að maður sé að nota óheppilegt líka að M-ið marker sem heitið á innri útgangunum sé með stóru M-i því að maður tengir svo sterkt við mótor 1 M1, mótor 2 M2. Þetta ekki að trufla ykkur? Ég alveg viss að þetta að trufla ykkur rosalega mikið. Þetta ekki sammála Egill? Það að trufla ykkur. Það var aðeins að sjá út fyrir kassa. Já, einmitt. Akkurat. Takk fyrir þetta, Egill. Þetta svarar örugglega mörgum sem hafa verið að spá í þetta. Og ég vona þá að allir séu komnir með stoppið líka inn í þetta, þannig að við getum farið að prófa. Einhver sem vill ekki að ég fari að prófa þetta núna strax? Enginn sem mótmælir? Ok, þannig að þá ætlum ég bara að fara og prófa þetta. Og þegar ég búinn að prófa þetta, þá ætlum ég að stoppa upptökuna þannig að þetta sé bara af þessu, svo ég sé ekki með of langar upptökur og búta þið frekar niður af ákveðnum atriðum. Ok, setjum í gang og við vorum búin að fara yfir rofana bara til að tryggja það ef einhver hefur átt eftir að stilla rofana, þá fyrsti I1, I2 og I3, fyrstu 3 rofarnir eru normally open þrýstirofar. I4 normally closed stopprofi. Allir hinir eru bara ekki notaðir, lengst til hægri. Ok, þá setjum við í gang og við höfum þetta hérna og núna ættu ljósin hérna á spjaldinu að fara að virka. Við ræsum blásar 1. Sjáðu, blásar 1 kemur inn, grænt ljós á Q1. Ég reyni að ræsa hérna, það gengur ekki. Ég reyni að ræsa með I2, með S2 sem sagt, og S3. Já, núna, hérna, ok. Núna get ég sett inn af því að hann var farin út. En ég get ekki ræst eitthvað annað. Get ekki ræst eitthvað annað. Svo að það þýðir ekkert á meðan þetta í gangi. En ég get stoppað og ég get ræst eitthvað annað, eins og 1 og 2. En þá get ég ekki ræst 1, 2 og 3 með S3 og ekki S1. Ekki fyrir þetta stoppað út af tímanum eða ef ég stoppa sjálfur með stopprófan. Nú kláraðist tíminn og þannig að nú get ég sem sagt sett inn alla 3 aftur og þá get ég ekki ræst þannig að 2 möguleika að sjáu það er rauð línan, S2 blásara 1 og að blásara 1 aftur M4. Ég kemst ekki þarna í gegn. Ég get ekki sett M2 inn. Það virkar ekki. Svo að ég útiloka það eins og segir í textanum að sé hægt að setja einhver annað í gang. En býtu nú við, ég með langan tíma á þessum hérna 3? Sjá hvað í gangi þar. Það svolítið spennandi. Sjá. Það sem sagt T6. Hvaða tími var á honum?
Við, já, sjáum hérna er M4-inni, M5-inni og M6-inni. Það vantar það að tíminn slá ykkur út. Bara tekur út og segja hann búinn. Gerist ekkert. Ég glemdi því. Það var eins gott að við prófum þetta. Hérna er hérna neðst í stýringunni. Býtu 10 mínútur þeir átt að ganga samtímis. Já. Það á eftir að, ég á eftir að setja hérna reset á S4. Hvað er S4? Hérna. Já, hann heldur þessu inni allan tíman. Skarpur Egill. Alveg rétt. Ég á eftir að taka snertu úr T6 og setja inn á reset á M4 með T. Það er eftir. Þá ætlum ég að laga það. Ég stoppa þetta hérna og það sem við þurfum ofta að gera, það er að bæta inn í stigaritið. Einhverju sem við höfum gleymt. Þá hægri smellum við hérna og segjum hérna í miðjunni Add Circuit Connection. Svona. Og þá tökum við snertu úr T6 hérna. T6 og þetta eru 10 sekundur seft og ég fer með þetta út í útgang reset fyrir M. Það er M4 sem hélt þessu inni endalaust. M4. Svona. Þá tek ég blásara 1 út þegar að 3 ganga. Þá bara prófa þetta aftur og skella þessu hérna í gang og setja inn 1, 2, 3, íta á S3. Þeir koma inn hérna og ég get ekki ræst með S2, ég get ekki ræst með S1, það er ekki hægt. Það gerist ekkert, það kemur ekkert inn hérna S1 eða S2 og svo fara hann út eftir 10 sekundur. Þannig að þið sjáuð hvað skiptir máli að prófa fyrst alla rásina áður maður fyrir að senda þetta út á. Og hérna raunverulega rás með mótorum og öllu kerfinu. Þannig að vanti ekkert smáatriði inn í stýringuna, í stígaritið. Þannig að núna gengur þetta svona, við byrjum hérna og förum í gegnum þetta allt saman. Ef ég ræsi blásar 1, þá kemur hann bara inn, ég get ekki ræst hérna, það gengur ekki og ég verð að bíða eftir að hann klári eða ég get stoppað auðvitað á milli. En núna fór hann sjálfur út og núna get ég ræst 2 blásara, blásara 1 og blásara 2 með S2, svona. Blásara 1 og blásara 2 kemur út, ég get ekki ræst með S1, ég get ekki ræst með S3, það virkar ekki. Og hann helst inn, fer svo út og svo get ég sett í gang alla 3 með S3 og hitt fer ekki inn með S2 og ekki heldur með S1. Það er útilokað. Svona, og þetta gengur bara inn og fer svo út. En svo get ég alltaf stoppað á milli. Get stoppað og sett eitthvað allt annað í gang. En það er oft settur svona tími á milli þess að mótorar fara í gang til þess að þeir hlífa rafkerfinu sem er á bakvið. Og til þess að svona kvísl vör sé ekki að fá tvöfalda ræsistrauma á sama augnablik frá 2 eða 3 mótorum. Það getur bara keyrt út einhverja skammhlaups vörn. Og þess vegna er settur svona tími á milli. Þannig að ræsistraumnum sé deilt niður
þannig að það kom ekki samtímis. Deilt niður á 3 skipti. Svona, þá erum við komin í gegnum þetta, prófað þetta og þá hætti ég bara að taka upp núna því að ég er búinn að leysa þennan G-lið og þá merki ég þetta sérstaklega á YouTube.